Verið hjartanlega velkomin í þennan þátt. Í þessum þætti ætla ég að ræða við ykkur já, góðir hálsar, ég ætla að ræða við ykkur svolítið skemmtilegt. Það ræða ykkur leiklist. Leiklist er nefnilega ekki bara það að setja leikrit á svið eða gera einhverja kvikmyndir og leikarar er ekki bara einhverjir gaurar sem bara karakter og nei. Leiklist er risastórt orð með fullt af litlum orðum inni. Og leiklist getur bjargað mannslífum. Japp, leiklist getur bjargað mannslífum. Þú veist, það er svo margir sem þunglindir og þunglindislið. Svo fara í leiklist og þeir verða léttlindir. Og þeir verða ekkert eftir þunglindir, vegna þess að leiklist, hann gerir léttlindan. Og það er besta þunglindislið, þú veist. Þunglindislið taka oft ógeðslega langa tíma að virka og það taka í mörg ár til að við hættir á þunglindur. Leiklist er ekki þannig. Þú fyrir leiklist og það tekur bara 2 mínútur fyrir að vera léttlindan. Og þannig að leiklist er besta þunglindislifið. Þannig að ég móti allir þunglindislifum. Ég tvekka fólk fara í leiklist því það er besta eða fara leikhús. Það getur líka virkað. Það virkar líka leikhús. Af því að það virkar líka. Næsta þetta er að fara yfir það hvort er háitlega leikhús eða bíó. Ég ætla að fara yfir það sem næsta þetta. En þess vegna þetta leiklist. Leiklist nefnilega er, þetta er spunni, þetta er alls konar dæmi og leikarar er alls konar, ekki bara bútið karakter. Þetta er stórt orð með litlum orðum inni. Og leikari er ekkert bara einhver gaur sem fer bara í karakter og leikur eitthvað. Þetta er þetta stórt orð með fullt af litlum orðum inni, alveg svo leiklist inn er. Og það er svolítið skemmtilegt. Ég ætla að fara meira út í þetta núna. Leiklist er spunni, það er alls konar svoleiðis og það er mjög skemmtilegt. Og leikari er alltaf spunni og alls konar leika það. Og margt fleira. Og leiklist er eitthvað skemmtilegt og gefandi. Og þroskandi. Hún er líka mjög holl. Leiklist er mjög holl. Og leiklist að fíkla eins og ég, það er holl fíkn. Það er ekki að vera leikara meðferð eða leikmeðferð út af þessu. Eða grín meðferð eða út grínari, skilur mig. Bara alls konar holl. Og leiklistin líka gefur svo mikið. Gefur gleði, hún hjálpar þér að sjá tilfinningar þar og hún hjálpar þér. Leiklist er í rauninni galdur lífsins. Og leikarar eru svona gleðigjafarnir. Hjálpar hérna. Og þetta hefur bjargað mannslífum og besta þunglindislifið. Það sjálfsögum. Leikarar og leiklist. Og það er eitt annað sem ég ætla að segja með ykkur, saman við leikarana. Það er alveg bannað að segja við leikara gangið vel, því þá fyrir allt úr skorðum. Það má ekki segja við leikara gangið vel, því þá fyrir allt úr skorðum. Það bara er bannað. Það er eftir fót, eða tjæ. Og svo má alls ekki segja Macbeth við leikara, og má alls ekki segja Macbeth í leikhúsi, þá fyrir allt úr skorðum. Það er bara bannað. Svo er leiklistin mjög merkilegt fyrirbæri. Og leiklist var fundin upp af einhverjum grískum gaur í gamla daga sem að bjóti hringleikahús og eitthvað. Og þannig svo þetta þróast. Ég man ekki alveg hvað leikhús Íslands, en hún er allavega mjög skemmtileg og íslensk leiklist er líka cool.
Og ef þú eru leikar á Íslandi, þá verður þú að vera góður á íslensku og ekki tala vitlaus íslensku. Þannig að þeir sem tala vitlaus íslensku ætla að vera leiklist hérna. Ég geta gleymt því. Ég geta gleymt því. Af því að góð íslenska skiptir mjög miklu máli í leiklist á Íslandi. Og ég náttúrulega leikari á Íslandi. Bæði gamanleikari og söngleikaleikari og ævintýraleikari. Það er það sem ég er. Þannig að það er svona einkennir mig. Það er svona einkennir mig. Og ég var búið að búti auðvitað mér og tala um það að þegar ég átti leikamæli og gera eitthvað vídeo það verður ekkert fyrir eftir 5 ár sem að það verður þetta æðislega vídeo. Ég er ekkert að fara að gera eitthvað að því núna það er 26 ár síðan ég byrjaði leiklist og hún var leikari 26 ára leikamæli 8. september 2018. Þú veist, ég byrjaði 8. september 1992 í þessu, en þetta spurningin er bara svo, er það hollt? Já. Leiklist er hollt. Er hollt og leikari? Já. Er það sniðugt? Já. Þú allir tala um aðeins svo erfitt, stómas. Þetta er ekki eins erfitt og þið haldið. Það er allir að tala um þetta svo erfitt eitthvað, þetta er kannski, þetta er ekki alveg létt. En þetta er ekkert erfitt eins og allir að segja. Það eru margir að segja, komið alls konar ígjur og lygar og alls konar kjafta. Þetta er ekki eins erfitt eins og margir halda. Og erfið hlutir eru líka bara þroskandi og gefandi og líka styrkir fólk líka. Það er málið. Og þetta er kannski erfitt, en þetta er mjög skemmtilegt. En þetta er samt ekki svona ígjur, þetta er svo erfitt með að fara þetta, alls konar fólk er það alls konar komið, alls konar svona erfiðleikar sem tengist þessu svona ígið dansa mikið. Það er, allir þessir erfiðleikar sem fólk er að nefna við ykkur kannski leik þegar að prófa það, ekki hlusta á það, því þetta er ekki, þetta er ekki eins erfitt sem fólk heldur þetta sé. Þetta er aðeins auðveldar fólk heldur þetta sé. Þetta er erfitt en ekki svona svakalega erfitt eins og margir að lýsa því. Það er bara þannig. Og leiklist er, eitt stórt orð, fullt af eitlamorðum minni og leikari líka eitt stórt orð með fullt af eitlamorðum minni. Og þættinum er lokið í dag, sem aftur er skátt í næstu viku. Verðið hress, ekki sess, bless.